hosa.is, húsasmiðjan. Komið sæl, í dag hefur verið austlæg átt á landinu og skýjað að mestu leyti og hiti komst hæst í 16 stig í Borgarfirði og 15 stig á Brúsarstöðum í Vatnsdal, en kaldast síðastliðna nótt fór hiti niður í 4 stig á norðaustur og austurlandi, en hitin í Reykjavík í dag komst hæst í 13 stig. Og veðrinu hjá okkur stýrir þessi lægð sem er hér suðvestur af landinu og til morguns þá kemur hún heldur nær okkur og skil frá henni koma inn að sunnanverðu landinu í nótt og fyrramálið og koma svo inn á land á morgun og trosna þar smám saman þegar líður á morgundaginn og annað kvöld verður næsta lægð farin að nálgast suðaustanvert landið. Og á hitasviðinu þá er ekki mikla breytingar að sjá. Hitinn var víða svona 6 til 10 stig við austurströndina en 10 til 15 stig víða norðan og vestan til á landinu og er útlit fyrir að verði áfram svipaðar hitatölur næsta sólarhringinn og rúmlega það. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu í kvöld og nótt þá er reiknað með að verði væta með köflum bæði sunnan og vestan til á landinu fram á nóttina, úrkomi lítið norðanvert landið og svo koma þessi skil hér upp að suðurströndinni þegar í fyrramálið og seinnipartin á morgun eru þau farin norður af landinu og úrkoman fylgi þeim. Og í fyrramálið er þá staðan þessu lík, komin austlæg átt hjá okkur, 8 til 13 metrar á sekúndu og rigning hér allra syðst á landinu en hægari vindur norðan til og skýjað með köflum eða skýjað að mestu leyti og yfirleitt þurrt þar. En svo þegar líður á morgundaginn þá fara skilin norður yfir landið og þá er útlit fyrir að verði aftur heldur hægari vindur, vindhraði svona 3 til 8 metrar á sekúndu, skýjað að mestu leyti allt land og rigning eða súld með köflum en úrkomu minnst þó að sjá hér norðanvert landið. Og hitinn verður svona frá 8 stigum við austurströndina upp í 15-16 stig hlýjast inn til landsins, norðanlands. Og svo aftur annað kvöld og fram til fimmtudags þá fer aftur að rigna hér á suðaustan og austanverðurlandinu og lægðin kemur hér nær og fer inn á land á fimmtudaginn og það er útlit fyrir að verði talsverð úrkoma tíma á suðaustanverðurlandinu en rigning með köflum eða skúrir í öðrum landslutum. Og hádegi á fimmtudag er staðan á þessa leið, austlæg átt víðast hvar á landinu, svona frá 3 og upp í 8 metrar á sekúndu, en breytileg átt hér sunnan og vestan til á landinu og heldur hægari vindur, skýjað með köflum, víða norðan og vestan til en dálitla skúrir þar, eins er búist við að verði rigning á suðausturlandi og jafnvel talsverð tíma. Og hitinn áfram svipaður hjá okkur. Og á föstudag er svo gert ráð fyrir að verði áfram austlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýjað með köflum og einhverjir skúrir eða rigning með köflum og á laugardag er svo gert ráð fyrir að verði komið norðlæg átt hjá okkur, rigningu mest allt austanvert landið og rigning með köflum norðan til en skýjað með köflum sunnan og vestan til en yfirleitt eitthvað síðdegisskúri þar. En þetta gæti nú breyst þó þegar nær dregur. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá er að sjá að það verður víða skúraveður á Norðurlöndunum og eins á Bretlandseyjum á morgun, nokkur sólríkt hér miðbik álfunnar og hitatölur og yfir 30 stig víða í suður hluta álfunnar. Og á Íberíuskaga er útlitur að verði eitthvað skúraveður norðan til en sólríkt sunnan til og hiti og yfir 30 stig. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir prýðisdegi á morgun, sólríkt og hiti og yfir 20 til 25 stig. Og í Norður-Ameríku þá er hæð hér yfir vötnin miklu og dálítil úrkoma á þeim slóðum, einnig rigning í Seattle en talsvert hitatölur og yfir 30 stig og til að mynda búist við 39 stiga hita í Atlanta á morgun. En hjá okkur er gert ráð fyrir að verði austlæg átt á morgun, rigning með köflum allt land seinnipartinn en úrkomu lítið norðanlands framan af degi. Verði sæl.